last time you were home? 2 years, 264 days, and this morning. I do love the ladies. Fuck you. Bitch. I've read this book about 7 times. I have no idea what it's about. I feel the irons on my wrist and lament it's come to this. And the Oscar goes to Gladiator. Douglas Wick. Mér finnst í sjálfu sér leiðilegt að Gladiator hafi unnið Óskarinn hann árið 2001 vegna þess að þarna var myndin sett á þennan, já eins og við ræddum í Titanic, þennan típiska Óskarstall þar sem að fólk verður að segja sig ofmetinn og því að þetta náttúrulega þegar upp í staði lítið annað en bara stór episk blockbustermynd nema munurinn sá að þessi hefur aðeins athyglisverðari persónur og kannski svona aðeins skýrari, skemmtilegri stefnu heldur en maður sér venjulega. Ég set Gladiator til svona sama okkar kvikmyndum og Conan the Barbarian og Taken. Your arrogance offends me. Þetta svona einfaldar hefndamyndir með einfald markmið og hún ekki að reyna að flækja sig með einhverjum skrítnum plot twist. Contemplate this on the tree of woe. Because you were involved in an oil deal with a bunch of Russians that went south 5 years ago. How the hell do you know about that? Because I was not going to let my daughter live with someone without knowing everything about them. Yeah, well, I have a few resources of my own. Now's not the time for dick measuring, Stuart. Það ekki það sé sama myndin, en það bara eða líkar myndir bara upp á það að náttúrulega kjarni myndirinnar Maximus, það aðalpersónan sem Russell Crowe leikur. Í myndinni leikur hann bara hersöfingja, rómverskan hersöfingja sem þreyttur á stríði og vill fara heim. Ef þú ber þetta saman við til dæmis hina myndir sem voru gerðar eftir Gladiator eins og Last Samurai, þar sem Tom Cruise var með gífurlegt post-traumatic stress disorder og með mikla eftirsjá eftir að hafa framið fjöldamorð á Indíánum, síðan eftir með Clive Owen í King Arthur sem var með rosaleg daddy issues. I ran to the burial mound of my father to free her. Og síðan eftir með Brad Pitt sem var douche. Og síðan til dæmis Orlando Bloom í Kingdom of Heaven, þar sem hann leikur járnsmið sem í sjálfsmorðshugleiðingum eftir að kona hans og barn dóu. En það sem ég að segja með þessari sambæringu er að í öllum þessum seinni myndum eftir Gladiator þá ertu með aðalpersónur sem eru með mjög djúp sálfræðileg vandamál sem eru orsök einhvers sem gerðist áður en myndin hófst. En það sem drífur Maximus karakterinn áfram allt afleiðing einhvers sem við fáum að sjá í Gladiator. Just look at me. Promise me that you will look after my family. Your family will meet you in the afterlife. Simple and to the point. Persónunar ekki eins staðlar og það hefði getað lettilega orðið. Þú ert ekki með þessar típisku dúkkur sem eiginlega bara að hreyfa söguþráðinn og keyra allt af stað. Ég skal taka dæmi. Í stað þess að hafa þessa típisku hetju, klassíska vondagelluna, þá með persónur sem að mínum mati með almennilega prófíla. Russell Crowe leikur tiltölulega væminn en samt markvissan hersöðingja sem best einungis þegar þarf þess. Síðast með Joaquin Phoenix sem bæði athyglis og valdasjúkur og geðsjúkur. Já, sem þráir ekkert nema athygli og girnir systur sína. Og svo ertu með Connie Nielsen sem systurinn sem skítrædd við bróður sinn og innst inni hrifin af Maximusi. Dynamikið sem myndast á milli þeirra vera það sem ég finnst gera söguna athyglisverða og svona eiginlega hífur hana svolítið upp frá því að vera típisk hefndarmynd. Það er náttúrulega ýmislegt sem hífur myndina upp vegna þess að hún náttúrulega bara stórkostlega flott, rosalega vönduð, metnaðfull að öllu leyti, en hún rosalega formúlubundin, óneitanlega, en það ekki, myndi ég segja, að vera gallið í þessu tilfelli, þannig að Ridley Scott veit nákvæmlega hvar kjarninn og hann nýtur hann rosalega vel. Og það sem ég finnst alltaf ná mér mest við Gladiator það að leikararnir það góðir og vegna þess að prófílarnir það athyglisverðir. Einhvern veginn gott að verða miklu betra. Ég meina, ok, Russell Crowe frábær sem Maximus, var náttúrulega Óskarinn fyrir það. Action! My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Field. Okay, cut, Russell, sorry. We can see your cock. Oh, for God's sake. En betri náttúrulega auðvitað Joaquin Phoenix, myndi ég segja. Og hann gerir vondagallinn það hatursverðan að þú fílar hetjuna miklu meira. Mér fannst Maximus karakterinn alveg íkt svalur út af því að hann bara einhvern veginn að draga mann inn í sig sem líka afleiðing, ég meina ekki mennskur segull, maður fattar hann, maður skilur af hverju út af því að hann bókstaflega hóra yfir dauða fót eiginkonu sinnar í svona myndum, maður svona finnir með hann, skilur. Ég meina þarna náttúrulega, þetta ástæðan hverju ég hef alltaf fílað hefndarmyndir. Það sérstaklega alltaf góðar hefndarmyndir, en þegar þú ert komið með hennar feeling þar sem að þú finnur svo sterkt til með karakternum og þegar hann fær eitthvað sem svona óverðskuldað, en enn og aftur, þetta náttúrulega stafar af því að illmenni svona rosalega hatusvert. Þar leiðandi verður saga hetjunar
og hans upprisa innan gæsalappa, hún verður svo rosalega sterkur aðall. En ég með mikil sem ég hef tekið eftir, gagnrýnin og Gladiator hefur verið hérna handritið. Já, það er yfirleitt upp á díalóg að segja. Já, ég er ekki sammála því. Málið er að vegna þess að Ridley Scott veit einna manna best hvernig á að gera díalóg sannfærandi og tónin réttan í svona sandalsmyndum, þá einhvern veginn verður hver einasta sena sannfærandi og mér finnst það einhvern veginn vera nógu mikið styrkleiki til að einhvern veginn yfirstíga þurran díalóg, en ég get samt ekki sagt að ég sé sammála, en þetta er endur alveg rétt hjá þér, fólk hefur mjög mikið gagnrýnt myndina á þessu. Ég er að vissu leyti sammálaði, sko, en það sem hún hefur galla í handritum hefur hún bara kosti alls staðar annars staðar. Já, mér finnst það yfirvega handritsskallna algjörlega. Getur við skoða dæmi virkilega lélegan díalóg? Já, ég meina hérna dæmi. He sleeps so well because he's loved. Og hérna annar dæmi. Still afraid of the dark, brother. Still. Always. Og hérna annar dæmi. One kind word. One full hug. Where you pressed me to your chest and held me tight. Would have been like the song of my heart for 1,000 years. En ég meina, við erum ekki að búast við David Mamet eða Quentin Tarantino handriti upp úr þessu og það er náttúrulega, þetta er Sumar Hasan-mynd og verður náttúrulega pínlítið að vera metin sem slík. Nei, ég er algjörlega sammála. Kingdom of Heaven, hún var mjög áhugavert vonbrigði í bíó á sínum tíma því að allt benti til þess að þessi mynd... Ég myndi segja vel útlítandi vonbrigði, já. Já, vel útlítandi, en ég segi bara áhugavert úr því að, þú veist, hvað hún var léleg, eða, þú veist, hvað hún var mikið miðjumóð þegar hún átti að vera svo frábær. Já. Og ég vissi það, ég vissi allan tíman að þarna var góð mynd, en ég bara fékk hann ekki í bíó. Og þú fékkst hann ekki heldur í bíó. Nei, ég reyndar var alltaf með mjög litla væntingar gagnvart Kingdom of Heaven vegna þess að ég hélt alltaf að hann væri að reyna að koma... Þurfum við ekki nýtt intro fyrir, ef við erum að tala um Kingdom of Heaven? Herri, jú, það er nýja introið hérna. Tiberius, I would finish. Place cock and ass. Áður ég sá Kingdom of Heaven, ég var ekki viss hvort ég nákvæmlega hvort ég ætti að vera spenntur eða ekki, en sem ég leið svolítið eins og hérna Fox var að segja, heyrðu, ok, gerðu núna fyrir okkur, Fox, það sem þú gerði fyrir Universal með Gladiator. Við viljum þessa mynd og heyrðu ég, Orlando Bloom, hann er mjög heitur, notum hann. We shot the test on a video, and what we did was we shook hands, thanks Orlando, that was fantastic. And then we took the tape across the street on the lot to the screening room. And there we saw, for the first time, we saw him on the screen and we were thinking, wow, this is really cool. And all the executives came in and watched and it was a party. Þannig að ég fór að myndina með því hugafæri að þetta var í raun og veru svolítið svona metnaðarlaus tilraun til þess að skapa eitthvað epískt sem hafði svona áhugaverðan grunn þar á bakvið, sko. Og ég sá myndina, var stórkostlega falleg, ótrúlega flott, vel leikinn að mörgu leyti. En hún var risastórt ekkert þegar uppi á staðið. Það vantaði bara gjörsamlega allt kjötið í hérna. Og það var ekki fyrir að þú nákvæmlega sagði mér að horfa á Kingdom of Heaven direktskattið sem ég var rosalega trefur til að gera. Ég bara trúði ekki að vera hægt að gera góð mynd út úr þessu. Það sem ég nákvæmlega sá ástæðuna af hverju þetta var þetta stóra ekkert. Og þegar þú horfir á Kingdom of Heaven direktskatt, hvað var hún aftur mikið lengri? En ekki 25 mínútur hálftími? Næstu í klukktíma. Er það klukktíma lengri? Já, 55 mínútur. Ok, það munar alltaf öllu. Talsverður munur og munun er ekki bara í lengdinni, heldur munun er bara í kjarnanum. Tilfengilega kjarnanum, motivation, persónuna. Líka bara útskýringar, baksugur og allt fyrir utan það. Hvert einasta aspekt af myndinni. Flæðið, sagan, bara allt saman. Það er svo sjokkerandi hvað ein bíómynd getur batnað mikið þegar þú treðir meira innihaldi í henni, ef innihaldi er til staðar. Út af því að, þú veist, allt í þessari mynd, þegar ég horfði á hana venjulega, þá tók ég eftir því að persónu var að fara að taka ákvörðunir sem ég bara hreinlega skildi ekki. Hlutir voru ekki... Ertu þá upprunútgáðan? Já. Já, það er og þú veist, ég meina þess að þarna voru motivatora sem ég bara áttaði mikið á og bara persónuprófíla sem voru rosalega blurry og síðan fékk ég nákvæmlega allt þetta í Kingdom of Heaven direktskattinu sem þegar upp í staðið mótaði bara að mínum mati býsna frábæra bíómynd og það er ábyggilega stærsta stökk sem ég hef séð bíómynd taka úr upprunalegri útgáfu yfir leikstur útgáfu. Að mínum mati er Kingdom of Heaven direktskatti betri en Gladiator, ekki mikið betri, mér finnst hann aðeins betri. Hún er náttúrulega ekki sama mainstream súpan þegar þú horfir hann í allir sinni dýrð. Og þegar hún er, þú veist, aðeins minna fókusera á hasar og miklu meira fókusera á... Svona politísk tapestry. Já, bara svona, komið svona persónulegt tengslanett sem eiginlega svona þræðist allt saman og skýla sér náttúrulega með risastórum flottum hvelli í lokin með ótrúlega vandaðri orustu. En maður bara einhvern veginn fær miklu meira út úr Kingdom of Heaven sem sögu, sem slíkri. Það er rétt.
til dæmis, ég meina, þú vorst að tala hérna þessar persónu ákvarðanir sem voru teknar sem voru svo blurry, maður fattaði ekki af hverju, þú veist, það vantaði þessar motivations. Þessu getur verið útskýrt öllum með einu orði. Sonurinn. Það rétt hjá, sonur, sem sagt, Eva Green lék hana Sibyllu prinsessuna og hún átti son sem hérna var klipptur algjörlega á bíóútgáfunni. And so we always had a draft with Sibylla having a son and how that played into the politics of everything that was going on in Jerusalem at the time. And one of the notes from the studio that we took very seriously was, is Sibylla's story critical to Balian's story? Ég getur einn summaræðis þetta með einu atriði sem kemur seinna í myndinni sem sama atriði kemur í bæði bíóútgáfunni og leikstjóraútgáfunni. Það þarna þegar Eva Green situr á gólfi, hálfgeðveik, grátandi og Orlando Bloom lappar til hennar. Þá segir Eva Green, when Saladin comes, we're not defensible. Save the people from what I've done. Og Orlando Bloom svarar með sínum andlitslausara leik. Pointið mér sem ég segja, þetta atriði alveg eins í báðum útgáfum. Krakkinn fékk holdsveiki eins og konungur Jerúsalem var með sem var leikinn Edward Norton. Og þegar hún kemst að þá vill hún frekar drepa hann heldur en að láta hann lifa líf af holdsveiki, sem var hræðilegt. Í upprunalútgáfunni þá var hann ekki sonur. Bara þetta eina subplot með stráknum breytti gersamlega algjörlega meiningu þessa eina atriðis, sem raun ekkert mikilvægt atriði í myndinni, en það bara breytti gersamlega viðhorfið þínu gagnvart persónunum. Og sem er stefnu myndarinnar. Já, til dæmis, þú veist, þarna horfður á Orlando Bloom ekki bara sem, þú veist, Orlando Bloom var ekki að hugsa hvar launaseðillinn minn heldur, þú veist, djöfull er þetta klikku kærling, ég svolítið þreyttur á hann. Akkurat. Það svo skrítið sko, þegar mér fannst alltaf upprunalega Kingdom of Heaven vera svo langdregin og bara leiðilega eiginlega vegna þess að mér var sama. En leið og bætir við innihaldi sem að gera verkum að þér ekki sama, þá allt í einu myndi vera eins og lengi hún þarf. Og ég skil heldur ekki, við erum náttúrulega ræðum bara fórnarlamb klippi helvitis frá stúdíói, fórnarlamb afslutarsamins. Þetta var, þú veist, 20th Century Fox, var ekki Tom Rothman? Jú. Þeir, einhvern veginn, fengu þeir, eða plötuðu, eða þú samfarið, ég veit ekki hvernig, fengu Ridley Scott sem klippa niður, 3 tímar pluss mynd, niður í 140 mínútur, 135, og þetta náttúrulega bara, eins og þeir segja, til þess að fá fleiri sýningar, þar sem það styttir lengd í fleiri sýningar. 20th Century Fox var að fjármagna þessa mynd. Þeir hlutu að gera sér grein fyrir, þú veist, efnisríka handritinu. Þeir vissi örugglega hvað var að fara út í. Ég skil ekki af hverju þau þurftu að bútsjöna myndinu svona svakalega, en þess að afraksturinn var bara hreint út sagt viðbjóðslegur í samanburði. Já, það er svona eiginlega meira hneykslandi af hverju Ridley Scott barðist ekki meira gegn því. Ridley was a lion in defense of this script. I had to prepare 2 separate drafts of the movie, one with the Sibylla's son in and one with Sibylla's son out. Segjum svo að ég skilji fullkomlega ákvörðunina að stytta myndina til þess að myndi getur sýnd oftar yfir daginn í bíó og þar lendi græða meiri pening. Ég skil hins vegar ekki af hverju þeir þurftu að klippa út eina litla setningu sem útskýrir nákvæmlega allan karakterinn og svona. Já, ég veit nákvæmlega setningu út að tala. Have you been at war? On horse. And as an engineer also. Þetta var klippt út úr hinn útgáfunni og þar að leiðandum fattaði maður engan veginn hvernig þessi járnsmiður gat orðið frábær reyndar þar sem Liam Neeson var að kenna hann Blade isn't the only part of a sword. Og kannski fór frábærleikinn frá honum yfir í Bloom, en ekki bara það, hann sonur hans. Já, hann sonur hans. Once fought 2 days with an arrow through my testicle. Hvað var það mikill skjáttími sem fór ég að segja þessa línu? 5-7 sekúndur? Nákvæmlega. Og það sem fyndið við hvernig upprunalega útgáfan er með miklu svona kjánalegri exposition heldur en hinn. Ég meina, þú veist, það er ein svona dísna pínd lína sem Liam Neeson segir. I'm your father. En í þessu betur útgáfan þá kemur hann, I know your mother. I knew your mother. Það er náttúrulega augljóst að lengjuútgáfan er gerð fyrir skarpari áhorfendur og þar leiðandi er bíóútgáfan miklu meira fyrir svona geldari, heimskari hópa. En sagan sem slík er ekki gerð fyrir svoleiðis hópa. Og þannig var myndin þetta risastóra fórnarlamb sem náttúrulega kom ykkur til plús út af öllu þessu. Þetta er samt alveg haususterk mynd samt til maður og ég bara hér vil dýrka hana og þetta er svona mynd sem maður vill horfa á með þægilegu millibili og virkilega njóta hennar og drekkin í sig. Þetta er svo rosalega mikil orgi af bara glæslegri myndatöku, flottum sviðsmyndum, bara skemmtilegri samsetningu og sögu, flottum leikurum, skemmtilegum persónum. Já, þarna er þetta bæta inn í að það er náttúrulega aukaleikarnir sem gera myndina, sko. Það er eiginlega 2 gallar af Kingdom of Heaven sem í báðum útgáfum, ekki bara í bíóútgáfunni, líka Orlando Bloom. Já, fyrir utan Orlando Bloom. Það var alltaf mínu mati, alveg sérstaklega í bíóútgáfunni, það var Orlando Bloom og Eva Green voru stór vandamál fannst mér. Og af sömu ástæðum, út af því að character motivations voru gersamlega obscure, maður vissi ekkert, maður gat ekki sett sig í hugar ástand þeirra, maður fattaði þau ekki, en þetta læknast ekki
algjörlega í leikstjórútgáfunni. Það er chemistry en þá? Ekki chemistry, ég ekki að tala chemistry. Fyrir það að chemistry þeirra virkaði alltaf eins og meira eins og úlingagretta. I'm not here with you because I'm bored or wicked. Meira heldur en sönn ást. Því að segjum Orlando Bloom væri ástfanginn af Eva Green. Þú manst þetta atriðinu þar sem konungurinn býður honum það að þú mun taka yfir hernum, gifta systur minni sem Eva Green og við drepum the douchebag of the movie sem Guy de Lusignan. You sit at my table. Douchebaginn. Og ég hefði haldið að sama hve mikill honorable gaur Orlando Bloom þykist verið í þessari mynd, hann myndi segja já ef hann sannarlega ástfanginn af hann. En út af því hann segir nei og kemur einhvers konar réttlætiskennda heiðurs ástæðu með kristilegum boðskap. It is a kingdom of conscience or nothing. Út af þessari ákvörðun, þá allt sem gerist eftir á í myndinni, allt í slæma út af því. Já, ég aldrei sammála þessu, en einmitt að mínum mati þræðist inn í þessa senu vandamáli sem ég finnst hrjá Kingdom of Heaven mest, sem það að mér finnst hérna Balian ekki það athyglisverður karakter. Hann nefnilega ekki að það eru allir hinir sem gera myndina. Já, því að það eru svo margir og það svo mikið í gangi, það svo rosalega sterkt svona samspil hjá aukapersónum og náttúrulega hellingur á subplottum, að það að segja, þú ert að horfa rétt útgáfuna. Gladiator Extended Version ekkert með við Kingdom of Heaven Director's Cut. Í rauninni eina sem það gerir að bæta við smá svona meiri pólitík og sýna ennþá betur, eða ennþá meira, hver geðsjúkur Joaquin Phoenix var í myndinni. En hann náttúrulega sérðu líka að önnur myndin heitir Extended sem oftast þýðir að þeir eru bara búin að tróða úrklipptum senum inn í heildarmyndan, en Director's Cut útgáfan eins og hann vildi hafa hana. Já, enda segir Ridley Scott sjálfur í intrónu sínu að Gladiator Extended Cut. This is not the Director's Cut. You're on your cue, Russell. Action! My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North. General, okay, cut what the there, hell's Russell. the matter? We can still see your cock. Oh, for God's sake. Þrátt fyrir að Kingdom of Heaven skorti þennan tilfinningalega kjarna sem Gladiator hafði, þá nær Kingdom of Heaven að sýna mun dýpri skilning þegar kemur að aðalpersónu, aukapersónum og svo bara pólitísku aðstæðum sögunar. Ekki bara fannst mér hún taka allar krossferðinni í raskatið með því að eiginlega sýna hver tilgangslausar og ömulegar þær voru, heldur líka að exploitar trúarbrögð fyrir það sem þær eru og sýnir eiginlega að það gott og vont allstaðar sama hvort þú sér kristinn, múslim eða gyðingur eða whatever. Millions of dead motherfuckers. Hindus, Muslims, Jews, Christians, all taking turns killing each other, all because they gave the wrong answer to the God question. You believe in God? No. Dead. You believe in God? Yes. You believe in my God? No. Dead. Meðan Gladiator var bara einföld og gerði það sem hún gerði mjög einfaldlega. Og það fyrst og fremst bara skemmtileg. Það það sem sennilega hún hefur kannski framverið Kingdom of Heaven, þó sem hún sé að mínum að þetta betri, en Gladiator tussu skemmtileg. Nánast alla leið, sko. Gladiator myndi ég gefa sterka 8. Já, sama hér. Og Kingdom of Heaven bíóútgáfan sem kom út 2005 myndi ég kannski gefa 5. Sama hér, sko. Það örlátt einhvern, sko. Og bara til að sýna hvað það svona sterkt kontrast á milli bíóútgáfunar og Director's Cut, þá myndi ég gefa Director's Cut 8,5. Ég alveg meira að minna á sömu skoðun. Upprunalega útgáfan af Kingdom of Heaven bara rosalega mikið með. Það engin ástæða nokkuð tíma til þess að horfa á hana. Ég finnst að þetta verið löngu búið að grafa þá útgáfu og bara eyða henni út frá yfirborðið jarðar. Ég verð alltaf rosalega amazed þegar ég sé Kingdom of Heaven Director's Cut. Hún hefur mjög skemmtilega áhrif á mig. Hún fær sterka solid 9. Já, bara þetta ítrekar kontrastinn milli bíóútgáfunar og ekki lítið, sko. Frá 5 upp í 9 fokk mikið. Þetta er substantial munur. En David Thewlis, hann potaði mjög vel í Orlando Bloom. Þú manst þetta potaðatriðinu ekki? Hann horfir á Orlando Bloom sofa og potar í hann smá. Það var svona Facebook síns tíma. My name is Maximus Decimus Meridius. It's not gonna work, Russell. Cut. What the fuck's the matter? Cut. We can see your cock from miles away. Oh, for God's sake.